Guðmundur Oddsson heiti ég og dósent í félagsfræði við Háskólann á Akureyri. Ég fór nýlega fyrir rannsókn á áskorunum og tækifærum dreifbýlislögreglumanna hér á landi en meðhöfundar mínir voru Andrew Paul Hill og Þóroddur Bjarnason. Rannsóknin var styrkt af Byggðarannsóknasjóði Byggðastofnunar og Vísindasjóði Háskólans á Akureyri. Síðustu 2 ár hafa birst 2 fræðigreinar sem byggja á umræddri rannsókn. Fyrri greinin einblínir á manneklu íslensku lögreglunar og tengsl við dreifbýlislöggæslu. Seinni greinin setur áskoranir og tækifæri dreifbýlislögreglumanna í samhengi við fagvæðingu lögreglunar. Lögreglufræði ung fræðigrein og rannsóknir á lögreglunni hafa hingað til einblínt á stórborgir og þéttbýli en dreifbýlislöggæsla hefur verið vanrækt sem rannsóknarsvið. Rannsóknir sýna þó að ýmislegt frábrugðið við dreifbýlislöggæslu og því mikilvægt að rannsaka hana sérstaklega. Erlendar rannsóknir sýna til að mynda að dæmigerður dreifbýlislögreglumaður þarf að sinna fjölbreyttari verkefnum en í þéttbýli, sökum manneklu og vegna þess að félagsþjónusta í dreifbýli takmörkuð. Dreifbýlislögreglumenn þurfa því að geta unnið sjálfstætt og verið fjölhæfir. Þeir þurfa jafnframt að einblína á forvarnir og þjónustuhlutverkið heldur en að eltast við lögbrjóta og þurfa að reiða sig á samræður frekar en valdbeitingu og vinna náið með samfélaginu. Dreifbýlislöggæsla einkennist fyrir vikið öðru fremur af mjúkri löggæslu sem leggur áherslu á aðra þætti löggæslu en valdbeitingu og þvinganir, svo sem samræður og almenna lempni. Rannsókn okkar á áskorunum og tækifærum dreifbýlislögreglumanna hér á landi hjálpar til að bæta úr skorti á rannsóknum og dreifbýlislöggæslu ásamt því að kortleggja þróun mannafla íslensku lögreglunar og skoða lögregluna í evrópskum samanburði. Í rannsókn okkar notuðum við fyrirliggjandi gögn og viðtöl við 23 lögreglumenn með starfsreynslu í dreifbýli. Nánar tiltekið í lögregluumdæmum utan höfuðborgarsvæðisins. Fyrir rannsóknarspurningin okkar var: hver staða íslensku lögreglunar á alþjóðavísu kemur að mönnun? Seinni spurningin var: hvað upplifa dreifbýlislögreglumenn sem sínar helstu áskoranir og bjargráð? Niðurstöður okkar sýna að Ísland með einna fæsta lögreglumenn í Evrópu miðað við höfðatölu og hvergi hefur lögreglumönnum fækkað jafn mikið hlutfallslega síðastliðinn áratug og hérlendis. Starfandi lögreglumenn voru sem dæmi 648 2017 og hafði fækkað 9% frá 2007. Landsmönnum fjölgaði samhliða 10% og ferðamannafjöldinn 5-faldaðist. Árið 2018 var Ísland með næstfæsta lögreglumenn miðað við höfðatölu í Evrópu. Og fólksfjölgun, fjölgun ferðamanna og fækkun lögreglumanna hefur komið niður á löggæslu, ekki síst í dreifbýli. Niðurstöðu viðtalsrannsóknar okkar leiddu í ljós að dreifbýlislögreglumenn upplifa manneklu, ofurálag, margþætt verkefni, litla aðstoð og óskýr mörk vinnu og einkalífs sem sínar helstu áskoranir. Helstu bjargráð dreifbýlislögreglumanna í ljósi þessara miklu áskorana að þróa með sér fjölbreytta kunnáttu og hugvitssemi við að virkja félagsauð samfélagsins. Mikilvægust góð samskiptahæfni sem grundvallast á samræðum, hæfileikunum að geta stillt til friðar og mjúkri löggæslu til að viðhalda trausti almennings og samstöðu.